ætla að sparka þess að stað. Það held ég leikurinn komin að stað hér á meistaravöllum Grétar Snær Gunnarsson, fyrrum Káringur. Kemur eitt langan hérna. Eða Gauti gerir þetta vel, hann er að flikka honum hérna í áttina. Emil Kosic kemur honum í áttina. Lúgrei færi, Lúgrei setur hann hérna þvert fyrir markið og þar er Aron Sigurðsson í færi. Aron Sigurðsson er að koma Káringum yfir eftir 6 mínúta leik. Frábær undirbúningur. Já, Emil Kosic og Káurlinu byrja allt saman að flikki hjá Eiði Gauta og Aron Sigurðsson kemur honum í netið, pollrólegur yfirvegaður í færinu, ger sitt 4. mark á leiktíðinni. Sjáum þetta hérna, Kosic inn á Lúgrei, þetta er svo ótrúlega vel gert hjá Lúgrei. Veit af Aroni á fjársvæðinu. Aron hreinlega besti maðurinn í deildinni til að finna nákvæmlega í þessu færi. Að svífa yfir allan pakkan. Það maður þjappa allir inn á Marteini, kemur Kjartan Kári með spinnuna. Þetta er góður bolti, smá brasinn á tegnum, boltinn laus. Það koma aðeins í burtu, sýnist að vera Eiður, kemur skallinn inn á tegin, rata hans inn á tegnum og skotið! Þeir eru bara að jafna, frábært mark hjá Tómasi Orra Róbertsinni. Hitt hann frábærlega þetta með vinstri fæti, Káringar í brasi að koma boltanum í burtu. En sama vindurinn, spilaði sína rullu í þessu, en ég ætla ekki að taka neitt af Tómasi Orra Róbertsinni. Þetta voru gæði og fleira hjá honum hérna, sjáum þetta hérna. Alistair Rafn Pálmason hittar hann ekki vel hérna í hreinsunni. Úlfur Ágúst fyrstur á boltan og hérna vippar hann upp og tekur hann hérna smekklega með vinstri í. Bara getinn hérna á Arnór Ingo hérna miðinn og henni kloppi hjá huggulegu kloppi Aron Sigurðsson, kloppaði hérna Róbert Tuga. Aron Sigurðsson mætir, kemur hann inn á Eiði Gauti. Eiði Gauti færi, Eiði Gauti er að koma Káringum í 2-1 eftir frábæra stóðsendingu og einleik hjá Aroni Sigurðssoni. Eiði Gauti að gera sitt annað mark á leiktíðinni og þetta var af huggulegri gerðinni, það er að segja undirbúningurinn hjá Aroni Sigurðssoni. Sem hérna kloppa Róbert Tuga, fær hann aftur frá Alistair Rafn Pálmasyni og svo er hérna utanfótar. Engin rangstað, sáum hann Arngrímur og Birkir Valur. Tómas Orri reynir að fá henni ódýra, fær ekki hjá Arnari sem hefur gert mjög vel í þessum leika mínum að leyfa leiknum að fljóta. Henni frábær sending hjá Aroni Sigurðsson inn á Lúgrei. Lúgrei einn á móti Grétar Snæ. Lúgrei fer á vinstri, kemur í fyrirgjörð fyrir markið, Jökull. Bolti á baku línu, hérna er Alistair Rafn, þetta inn fyrir Alistair Rafn Pálmason, kominn inn fyrir, mættur hann á tegin, Alistair Rafn, en frábærlega gert hjá Jökli hérna, gerir sér breiðan og kemur þeim að fyrir að Káringa kom. Og Gabriel Hrannar með huggulega sendingu inn á Amin Kosic, kominn inn á tegin með sendinguna fyrir markið, nei, setur hann bara í klofið á Jökli og kemur Káringum í 3-1. Frábær afgreiðsla hjá Amin Kosic og sendingin ekki það verri endunum hann frá Gabriel Hrannari Eyjólfssyni. Sjáum hérna, Gabriel fær hann, engin pressa á honum, Birkir Valur og gleymir sér hérna í örstutasund og frábærlega klárað hjá Amin Kosic. Setur hann í völlin Úlfur. Tómas Orri, hann þarf að valega að gula í hennar Aron Sigurðsson í skotfæri. Aron fyrir skoti, fast skot, frábært skot hjá Aroni Sigurðssoni sem kemur Káringum í 4-1. Hann er sjóðandi heitur. Aron Sigurðsson, hans 5. mark á leiktíðinni. KR 4, FH 1 og þetta kom algjörlega upp á þurru. Svo hann fær nægan tíma fyrir utan tegin og setur Birkir Valur með sendingunni hérna í áttina Kjartan Kára og Úlfur setur hann hérna í áttina Baldur Kára, Baldur Kári hálfpartið stoppur í gegn, Baldur Kári með Tómas Orra með sig, Baldur Kári mættur hann á vítateig, Baldur Kári lærir hann á Tómas Orra í færi, Tómas Orri er að minnka muninn fyrir FH-inga, virkilega vel gert hjá FH. Það koma sér klór í bakkan, leifum að segja, og erum ennþá í fyrri hálfleik, en virkilega vel gert hjá Baldur Kára, var yfirvegaður hann, mætir á fleygiferð, mistir hans fætunar hann, Hrafn Tómasson ætlaði að segja, er reyna að skila sér eins og getur tilbaka, en Tómas Orri ætlaði líka. Hrafn Tómasson, þar fyrir framann Aron Sigurðsson, Amin Kosic og Lúgrei og svo fremstur Eiði Gauti Sæbjörnsson. Hérna er það Tómas Orri með frábæra sendingu í áttina að Kjartan Kára. Kjartan Kári í ákvæmstöðun, hann er rangstæður hérna. Úlfur Ágúst ekki sáttur með þetta. Hérna er það Benjamin Bæring með sendinguna í vendar hjá Káringunum. Hérna kemur sendingin inn fyrir í áttina að Alistair Rafn komin í góða stöðu. Alistair Rafn óengjart leggur hann á Amin Kosic. Kosic í færi, frábærlega varið hjá Jöklin er að lesa.